Já, verið heil og sæl. Tjasset Dark, bræður heilsar ykkur. Afsakið þetta. Ágætlega vel bara. Ágætlega vel bara. En það er komið að þætti númer 193, ef mér skjáttlast ekki. Sælir. Já, sælir. Stór þáttur framöndan en stóra fréttir einnig. Já. Serrano, Fresh Happy Max. Já, tilkynnum þá með stolti. Sko, góður og hollur mexikóskur skyndibit á Íslandi. Og þarf ekki að vera með samvinskupið þegar þú borðar hann? Nei, þetta er fyrir íþróttafólki sko. Já. Og aðra, já. Líka fyrir okkur Ég er mikill kjúklingafeta maður og já, eða guaccana líka, læðist í það stundum. Já. Þannig að það er auðvitað gaman að vera konum með svona mikla snillinga með okkur, en talandi snillinga, gestur Tjasset Dark í þættinum er Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka. Vertu hjartanlega velkomin. Takk alveg fyrir það, gaman að koma til ykkar. Já, okkar heiðurinn. Já. Sérstaklega gaman að fá skákmann í settið. Hörru, já, við vorum aðeins að tala um skák fyrir þátt. Þannig að það er kannski bara fyrst spurning, Jón, hvað ertu með á chess.com? Ég er svona rock á milli 14 og 1600. Ok. Oftast í kringu 1500 og svo fer eftir bara hvernig stuðum maður er í. Já, dagsformið dóldi. Já, það er ansið mikið að segja. Já, það er samt bara þræl gott. Já, ég kallaði bara mjög gott. Já. Hvað ertu að tefla mikið? Það er rosalega misjað. Stundum dettum maður í þetta og þá teflandi eitthvað fram til kvöldi og þá getur maður verið alveg einhverja klukkutíma í viku sko. Já, svo er kannski 6 mánuðir sem maður snertir þetta ekki. Já. Þannig að það er bara eftir hvernig einhvern veginn líkur á manni. Einmitt. Ég man þegar ég reyndi að fá Jón í þáttinn, þá var hann einmitt staddur á Ítalíu og sagðist vera í Tjasset Dark þar. Já, einmitt. Að tefla eftir myrkur, glæsilegt. Já, erlend á Ítalíu, hvernig var sumarið? Það var bara aðskoti gott. Við fórum í suðurhluta Ítalíu, þetta er Puglia, hællin á stígvélinu Ítalíu. Já. Mæli með því svæði, rosalega skemmt. Það er svona mikið af litlum bæjum sem er allir með svona mismöndi karakter. Eitt til dæmis með svona, sem öll húsin með svona múmínum, álfa þök. Annar sem öll húsin eru hvít og svona bara mismöndi karakter. Og svo er bara náttúrulega geggjaði matur og fallega strendur og bara alveg frábært svæði. Já. Æðislegt. Hljómar ansið vel. Kannski ein stutt tilkynning áður en við hefum leikana almennilega. Við erum náttúrulega á leiðinni til Grænlands á samt Birni Þorfinnsinni. 3 More Sleeps. 3 More Sleeps að heimsækja Amarok og tökum þar viðtali við eld og sömuleiðis munum við taka einhvern ferðasögu þátt og gera gott úr þessu. Já, við erum farið til Kakkortok. Einmitt. Hvet alla til þess að elda okkur líka á Instagram. Við verðum þar og ætlum að reyna að vera virkir. Já. Björn Þorfinnsson auðvitað fættur áhrifavaldur eins og systir hans. Já. Þannig að það verður eitthvað skemmtilegt brallað en kannski strútumenn líka. Ég rakst á svo glæsilega Fiber Cement klæðningu frá Strútur í dag. Þú þurfti bara að segja frá því. Já, þú veist, ég komst það eiginlega ekki hjá því. Annars eru Strútur sérfræðingar í innflutningi á CLT, stálgrindar, limtríðis, húsum, íleiningum og öðrum klæðningum. En ef við förum úr Strútur í boltan. Í boltan, en fyrir bara beint í boltan. Ef við byrjum á að ræða þessa þrálótu verðbólgu og vexti hér á landi. Ertu sammála því að líkur hafi aukist á vaxtalækkun í nóvember þar sem við fengum loksins fréttir að verðbólgan sé farin að hjaðna? Já, ég er algjörlega sammála því. Ég held að það sé skýr merki að vaxtastíð er að hafa áhrif og við finnum það alveg þó að vanskil hjá okkur sé ekki búin að aukast mikið þá finnum við svona aðeins að það er að herða að og kannski sérstaklega fyrirtækjum. Við heyrum líka tölur úr þjóðfélaginu það sem eru svona lán sem eru ekki með tryggingum það er sumstaðar einmitt fara að bera á vanskilum og ég held að Seðlabankinn eigum að horfa ekki bara aftur á bak, horfa tölurnar 12 mánuði aftur í tíman, heldur meira að horfa hvað er að gerast núna í framhaldinu og við finnum alveg það að það er aðeins að hægjast á og ég held að þessi alveg tækifæri núna til að fara að huga vaxtalækkunum. Já, algjörlega. Sko ef við förum í einhvern vaxtalækkun að fasa svona þínu faglega mati, hvað heldur við séum langt frá að ná bara verðbólgumarkmiðum og að þessi verðbólga bara verði búin? Já, kláir sem aldrei. Það er alltaf spurningin hvað er eðlilegt ástand og eðlilegt árferði og þetta sveiflast náttúrulega alltaf fram og tilbaka. Ég held að mun alveg taka 12-24 mánuði að komast inn fyrir vikmörkin og svo sjáum bara hvernig gefur náttúrulega tókst ótrúlega vel til árunum fyrir COVID og Seðlabankanum að halda verðbólgun í skefjum. Þannig að vonandi komast við aftur þangað innan ekki of langs tíma.
Já, algjörlega. Þú kannski svarar þessu aðeins áðan með vanskilin og annað en finnið þið fyrir miklum áhrifum og ykkar starfsemi þessi háa verðbólga og háa vaxtastig? Já, tölvöld náttúrulega annars hægir á aðeins á þó við reynda að vera ansi kröftugur lánavöxtur á fyrir áselmingi sem kom svolítið óvart. En ég held að það sé nú aðeins að hægja núna og fólk kan alltaf hugsa sér tvisvar hvort að ég fara að fjárfesta eða bara setja peningin innlán. Eða höfum sé innlán vaksa mjög mikið. En svo sjáum við líka áhrifin á eignamarkaði. Þannig að eigni í stýrigullmis, það verið aðeins útflæð úr sjóðum, bara heilt yfir í kerfinu, fólk að færa sig aðeins meiri innlán. Hlutabréfamarkaðir, það minni velta þar, minni stemning. Og þetta eitthvað sem getur svo snúist við náttúrulega á punktinu, bara mjög hratt þegar vextir byrja að lækka og fólk svona sér fram á betri tíð, hvað það varar. Já, algjörlega. Já, eins og segi, mögulega leið og kemur kannski fyrsta vaxtarlækkunin, þá kannski kemur aðeins betri hljómur í fólki. Já, þetta gerist ofta ótrúlega hratt. Við sáum allum þessi erlendri fjármögnun íslensku bankana, hún 2022 þegar erlendir skuldabréfamarkaði voru mjög þungir, þá hækkuðu kjörin okkar erlendu mörkuðum gríðalega hratt, fóru úr innan við 1% upp í milli 4 og 5%. En svo þegar þetta byrjar að snúast við og fólk fær aftur tilbúið að taka þessi meira áhættu, að þá byrjuði erlendir fjárfestar að kaupa þessi bréf og kjörin fóru mjög hratt lækkandi. Voru kannski komin niður í 120 punkta núna, 1,2%. Þannig að þetta gerist rosalega hratt þegar þetta snýr. Og þá fara fjárfestar allt í hugsa það að vilja gera og seinir og missa af einhverju. Þannig að bara leiði þetta snýr við, þá held ég að geta gerst nokkuð hratt. Einmitt, og þá það bara tíma að setja það rétt. Ef við tölum aðeins áfram Íslandsbanka, fólk getur náttúrulega bara sé afkomu ykkar og öðrum ásvöringi bara á ykkar vef, glæsilega vef bæði kannski bara nokkur atriði sem kannski maður hjó eftir, hagnaður 5,3 milljara samanborið við 6,1 í fyrra, ROI arðsemi fjár 9,7 samanborið við 11,3% í fyrra og já, ég segi, fólk getur bara að lesa þetta heima en byrjum á því bara á skalanum 1-10, hversu ánægður varstu með þetta uppgjör sem þið gáðu þarna úti í lok júlí? Já, ég var svona þokkalega sáttur, þetta var í takti við það sem við vorum búin að spá fyrir árið. Við gefum út að spá hvernig við heldum útlitið sé svona til skemmri tíma og þetta var svona nokkurn veginn í takt við það. Og þarna að hafa áhrif að vissu leyti að við í COVID þegar vexti voru með lægsta móti að þá lánum við tölvöld mikið að fastvaxta lánum og við vörðum ekki alla stöðuna út af því að við vildum aðeins verja okkur gegn því ef vextir eru mjög lágir í lengri tíma. En svo alltaf hækkuðu þeir og þá í sjálfu sér erum við að tapa af þeirri vörn og ef við hefðum ekki verið með þá vörn þá væri afkoman ennþá betri. En við getum ekki kvartað með rúmlega 5 milljarða á þessu tímabili og þessi arðsemi þá held ég við getum bara verið nokkuð ánægð með það. Já, og eins og kannski þetta nefna þannig að það eðlilegt að þið náðu ekki jafn góðum árangri og 22 sem, já, og þarna spilar 23 afsiki. Já, þarna spilar inn í náttúrulega til dæmis þannig hefur verið kostnaðaraukningar, verðbólga og launaskrið og það allt saman og svo á saman tíma hafa markaðir verið tildurlega veikir þannig að þóknunartekjur eru aðeins minni heldur svona í eðlu árferði og þá bæði eignastýringu og í miðlun líka og svo svona aðeins að minnka þá svona enga neysla og umsvif má segja líka hjá einstaklingum og þetta eitthvað sem að tekur svo við sér bara aftur þegar vaxtastíð fyrir að lækka og markaði taka við sér. Vist alltaf skemmtileg spurning þessi alltaf fleytt fram bankarnir vilja hafa vextina svo háa því þá greiða þeir svo mikið en hvað besta vaxtastíð fyrir rekstur og afkomi banka? Já, það svo sem besta að sé bara í jafnvægi og svona jafnvægis vaxtastíð sem maður horfir á það svona 4-5% eitthvað svo leiðis sem mann finnir svona á Íslandi eitthvað sem við erum vön og þá hendar það mjög vel þá má segja líður lántökum þokkalega vel þannig að það er ekki mikil hægt á útlánatöpum hún náttúrulega eykst eða vaxtastíð hækkar og er lengi hátt og svo má kannski segja það líka sem að við tökum dæmi sem húsnæðislán að það í dag eru óverðtrygg fljótandi húsnæðislán kannski í kringu 10% en þar skuldabréf sem bankandi gefa út til að fjármagnaði eru cirka 9% þannig að það sem setur eftir á bönkunum er 1% stig af 10 þannig að þetta svona kannski tilfinning sem margir hafa bankandi fái stóra hluta af þessum 10% sem að það kannski svona aðeins að kynna betur fyrir fólki en já, þannig að heilt yfir held ég að það er ekkit gott að það sé til lengri tíma svona háu vextir, hvorki verið bankanan í aðra í þjóðfélaginu. En eru að sjá fyrir endan á þessari snjóhengi, eru margir ennþá festingu það?
Já, það tölvöld margir þá, þannig að það er mikið af fólki sem að fara úr föstum vöxtum á þessu ári og obbana næstu ári líka. Já, og færa sig líklega þá yfir í verðtryggt. Já, það er svona breytt, það er tölur fjöldu, við finnum aðeins aukningu núna að fólk að festa aftur og fara í fasta og verðtryggða. Ok. Og hefur náttúrulega tækifæri á til að endur fjármagna svo aftur ef vextir fara lækkandi, hraðar. En svo er líka tölur fjöldi sem fyrir yfir í verðtryggt. Já, algjörlega. Þannig að þetta var fyrri helmingur 23, þú ert að búast við að seinni helmingur verði í einhverjum svipuðum takti á þetta? Já, við höfum bara gefið út fyrir árið ef við gerum ráð fyrir svona arðsemi sem verði í kringu 10%. Glæsilegt. Þá ætlum við bara að fara beint í það sem að ég er mjög spenntur að tala sem að er TM. Í dag viljum við aðeins ræða fyrirtækir ágjöf TM, Leifur. Já. TM er algjörlega leiðandi tryggingafélag á tryggingamarkaði og ef þú kæra hlustandi átt fyrirtæki eftir að starfa hjá fyrirtæki ef þú er ekki tryggð á TM í guðunabænum drifið því en við ætlum að henda okkur í djúbulegina það er salan á Íslandsbanka ég var reyndar í undirbúningi verið þáttan en þetta er lengra síðan ég held sko þetta er meir en 1 ár síðan en ekki rétt, ég held að það sé rétt hjá mér rúmlega 1 ár það er spurning hvar við að byrja þú auðvitað fjármálastjóri bankans á þessum tíma þetta hefur verið ansi erfiður og krefandi tími fyrir þig og ykkur byrjum bara á því að ríkisstjórnin tekur ákvörðun sölubankanum og leggur upp hvernig það framkvæma hana í framhaldi þess að bankasýsla ríkisins fengin til að vinna þessu fyrir hönd stjórnvalda fyrsta spurning af mörgum vonandi var það sniðugt að láta Íslandsbanka sjá söluna á sjálfum sér? Já, það er sett erlent fordæmi sem er fyrir því og við sjáum á þessi sölu aðferð sem var valin hún var svo sem að hefur verið notið í flest öllum tilvikum bara á síðustu 10 árum í Evrópu og þá oft voru bankar einmitt sem að komu að verkinu voru þá það sem hefur verið að selja hlutabréf komu einmitt að verkinu líka og það hefði gengið mjög vel í skráningunni sjálfri upphælugu skráningunni á bankanum og það gekk allt saman mjög vel en eftir á hyggja hefði bara verið heppilegra að sleppa því og núna setið náttúrulega verið að huga að framkvæmdinni núna í næsta skrefi og þar til dæmis komum við ekki að við erum náttúrulega komið bara í þegar veita upplýsingar og hitta fjárfesta og kynna bankan en verðum ekki með sjálf og söluna. Já, algjörlega sko mjög opin spurning sko hvað hefði mátt fara betur hjá ykkur þar að segja því að við kannski tölum eftir hans bankasýsluna og ríkið en svona hvað lærtón dræði þið helst af þessu? Já, með mitt fyrsta lagi eins og ég bara heppilega hugsanlega bara við ekki verið í sölunni sjálfri þetta er bara einmitt að kynna bankan eins og verður í næsta ferli svo spurning hvað ég að fara svo í tæknilu hlutin að þessu það sem að klikkaði var til dæmis upptökur hljóðupptökur á viðskipta fyrirmælum og ég sett samtölu við viðskiptavinni það er eitthvað sem hafði sennilega ekki mikil áhrif á söluna sjálfu en hefði bara til að hafa yfir allan vafa hefði verið betra að það hefði verið í tipptopp lagi sem að var því miður ekki það hefði verið betra að starfsmenn hefði ekki tekið þátt það voru held ég 8 starfsmenn af 700 sem að tóku þátt og til dæmis Korki Jéni Birna tóku þátt en það hefði bara verið betra til að útiloka allan vafa og að setja bara banna starfsmennum að taka þátt og svo eru svona eitt og annað svona önnur atriði sem að til dæmis hvernig fjárfestar voru flokkaðir þar var fólk að ganga ansi langt í því að þjónusta viðskiptavinni og gefa þeim tækifæri þeir sem að það sem var talið að væru raunverulega fagfjárfestar að gefa þeim tækifæri að koma að kaupum og það er eitthvað sem er búið núna að setja svona skýrari reglur það þarf að hafa lengri undanfara og það þarf að vera algjörlega til þess að fjárfesta þurfa sjálfur að biðja slíka flokkun þannig að það er svona þessi atriði sem hefðu mátt betur fara en heilt á eins og að segja að svo sala alltaf gekk vel og hafa nýföld eftirspurn og gott verð sem að fékkst á þeim tíma en þetta klálega hefði mátt betur fara með þessi atriði. Já, en kannski að því að núna er ríkið hans hest og við getum að horta hans í baksýnisspegilinn finnst þér kannski eftir á hyggja kannski eins og segi, það voru klálega einhverju vankantar á þessari sölu en mögulega eins og nefnir þetta með ekki vera hljóðrita símtöl og fleira en það var kannski verið að mála dekkri mynda þessu heldur en það raunverulega var á þessu tímabúti. Já, ég þessi skipta skoðan á því og það var eitthvað sem væri hægt að fara bara yfir í mjög löngu máli og fara niður í einstöku atriði eins og þetta með hljóðutökurnar, þetta var engin vilji eða einhver ásetningur að setja sig ástæði fyrir starfsmenn það var bara þannig að það væri að hringja í viðskiptavinni og láta á vita að væri komin tölvupóstur það var eitthvað sem var að gerast mjög hratt segja fólki að bara komin tölvupóstur, viltu ekki kynna þið málið
og fólki einhvern veginn fannst óþarfi að taka upp slík símtöl og bara gleymdist í hita leiksins og en það mitt eitthvað sem á ekki að gleymast og þarf að passa mitt nákvæmlega í svona ferlum og þá hversu mikið var gert úr því, þú veist það hefði sem ekki mikil áhrif á sjálfa söluna en hefði mátt fara betur. Algjörlega, og þetta kannski dæmi það sem ég að tala að mögulega var málið aðeins dekkri mynd heldur en það raunverulega var því að í miðjum fréttaflutningu þarna þá eins og þið séu að ringja í alla Jóna út í bæ að segja að kaupa í bankanum sko. Einmitt, sem var alls ekki í staðan. Nei. Algjörlega, sjáum það að stjórnarmaður hjá ykkur, hún Helga Hlín talaði að ábyrgð ríkisins og bankasýslunum væri rík kannski erfitt að svara þessu en ertu á þeirri skoðun að þetta sé frekar þeim að kenna en ykkur? Ég ætla nú ekki að setja neitt dómararsæti það við horfum bara hvað þeim mátt betur fara með hjá okkur ríkið náttúrulega ætlar að gera mikla breytingar á því hvernig þau haga sölunni núna í framhaldinu þannig að þetta sé svona eins mikið yfir allan gagnrýni og vafa hafið eins og mögulegt og núna komin skýr fordæmi fyrir slíku, það í Grikklandi fyrr á árinu, þá var farið í svipaferli, það sem farið í gerði ný skráningalýsing, þannig að almenningur geti tekið þátt og bara sjálfsir, öllum opið, þannig að við bara vonum að það gangi sem allra best. Algjörlega, kannski svo ég fari aðeins jákvæðri sálma, er ekki frábært fyrir bankan að vonandi muni síðasta hlutur ríkisins gangi bara vel að selja, en er ekki frábært fyrir bankan að losna undan taumum ríkisins? Já, það þetta merkilegt, við þó við séum í eigu ríkisins þá höfum fundið ótrúlega lítið fyrir því og ég ertu oft spurður að þessu, ertu að fá einhver símtöl frá pólitíkinni eða eitthvað og ég get alveg sagt að það ekki verið neitt slíkt. Það hefur gengið vel að bara skipa flott stjórnarfólk og stjórnarmenn og við, allar svona ákvæmni í bankan, það hefur verið að reka hann bara eins og enga fyrirtæki í sjálfu sér. Hafandi sagt það, þá held ég svona í eðli bankans, bankin hefur lengstum verið í enga eigu og það svona svolítið í okkar DNA, þannig að ég held að svona flesti fagni því að ríki selji sig út og nýti á þá fjármuni náttúrulega í byggja upp innviði annað slíkt. Algjörlega, þannig að þú ert ekki að fá sömu símtöl og Landsvirkjun að tvöfalda argræslur? Nei, ég ætla við erum algjörlega lausið það. Já, algjörlega, og eins og þú segir, kannski þið hafið aldrei, þó að þið hafið farið í full-on ríkissögu, það kannski löngu fyrir þinn tíma, en þá hafið aldrei byrjað einhvern veginn að fungera þá bara, nú eru bara ríkisfyrirtæki. Nei mitt, þannig að það hefur bara tekist mjög vel hvað það varar. Fyrstu árin eftir 2008, þá voru erlendi stjórnarmenn sem komið með svona nýja þekkingu og náttúrulega, passaði mjög mikið upp á óhæðið. Og svo hefur bara gengið mjög vel að skipa flott stjórnarfólk sem hefur bara mikið metna og er náttúrulega algjörlega skýrt bara huga hag allra hluthafa og ekki bara hluthafa, heldur líka starfsmanna og viðskiptavina. Algjörlega, kannski síðast spurningi var þetta tæknileg útfærslan á þessu sko, að því að kannski fyrir en almenna hlustenda þá er þetta smá flókið, eins og segja, þú ert með ríki og með bankasýslan og svo ertu með ykkur sko, horfandi á þetta utanfrá þá fannst mér þetta dálítið sem við verðbókun í dag, allir að benda á ríkisstjórnuna, hinir að benda á Seðlabankann og svo framvegis, allir að benda á hvern annan var samtalið ekki nægilega virt á milli allar aðkomandi aðila, fannst þér svona eftir á ekki? Já, í undanfaranum að sölunni? Já. Nei, ég held að það sé held ég sko þessi aðferð sem var nýtt í sölunni, hún er sem þetta að vera að selja fagfjárfestum og þá sem þetta út af því að þú veist með opin markað, þá var það gert sem þetta eftir lokun markað og til dæmis á skömmun tíma að kvöldi til. Og þetta er eitthvað svona fyrir á sem það þekki ekki til og þá er þetta eitthvað sem er þetta svona einhvern veginn mála dekkri litum og þetta er eins og aðferð sem við erum að beita alla Evrópu og hefur gengið bara mjög vel í gegnum tíðina og þarna myndi vera að reyna að fara til fagfjárfesta og hugsunni þar er að almenningur geti hvort er keypt á markaði hvernig sem er. Einmitt. Og og þess vegna held ég að sé sú leið hefði alveg getað gengið en þá hefði sennilega þurft að bara kynna hann ennþá betur þannig að fólk bara þekkti nákvæmlega hvað skrefið væri og hvernig gengi fyrir sig. Algjörlega, þá voru nú margir sem voru að slá sig til riddara þegar þetta gerðist og til dæmis sá mikli kongur Páll Magnússon sagði frá vinnu sínum sem að græddu svo mikið á þessu og tala þetta gjafa gengi 117 er þá ekki hægt að segja að þessu fólki að fara bara í kaupöllina í dag? Er þetta að fá þetta tölur betra verið í dag? Ja, algjörlega, allur markaðurinn sem hefur lækkað frá þessum tíma og er út á vaxtastíðinu, er tildurlega þungtar en það er alveg rétt að það er að kaupa lægra gengi heldur en var í útboðinu. Já, en eftir á hyggja því að ég er ekki að vera að biðja að greina gengi á Íslandsbanka fyrir mig en var þetta ekki bara ágætis verð sem að þjóðin fekk fyrir bankan? Jú, ég held að flesti mælikvarða var það mjög gott. Það var nýföldu eftirspurn, það var gríðalegur áhugi bæði frá innlendum og erlendum fjárfestum
þannig að hérna klálega út frá því að þá mæli hverða, þá gekk salan vel. Já, algjörlega. Þá kannski bara þessi sekt unið þeirri niðurstöðu, fannst ykkur þetta of hátt? Já, við getum alltaf sagt að hún kom okkur á óvart og þetta hins vegar mjög vandasamt. Þetta er náttúrulega stóra tölur en það eru settar í samhengi við sem veltu bankans. Það er sett í rammanum hvað hægt að sekta, þá tekið mið af hámarkssekt 10% af veltu og það væri til dæmis mun hærri tölur. Þannig að hugsunin með þessum sektum og almennt og einmitt til dæmis í peningaþættismálum líka að þá vera að horfa til þess að þessi stóru fyrirtæki þau virkilega finni fyrir því og þá er bara að vera að ýta undir hegðun að fólk vandi sig ennþá betur og það er viss sanngirni í því en á sama tíma þykir okkur þessi upphæð líka að vera mjög há í ljósi þess að allan að þessum við sjáum það er ekki ásetningur á baki og engin sem að vildi einhvern veginn vera að brjóta á sér og eins og þetta með hljóðutökur það sem er skýr það eru laga kröfunar á banka er alveg gríðalar. Ég held að það sé milli 20 og 30.000 blaðsíður sem er bara laga umhverfi kringu banka og gríðalegt flækjustig að innleiða það allt saman og þegar fólk gerir á eitthvað mistök að þá er það ansið svona harkalegt að sekta svona með háum sektum en það er bara krafan sem er í dag. Og er þetta að því að þegar þessu máli þegar þetta var í gangi þá var þetta ákveð að fara í þessa rannsókn og það er semst og þessi tala er ákveðinu eins og segja út frá einhverju veltu bankansinn. Hvað var það svona helsta sem að Seðlabanki bent á að var það helst þetta eins og segir þessi símtölu eða var það eitthvað mikið fleira? Já, það voru svona þessi atriði svo er ykkur fleira en þetta var svona kannski þið stærstu. Já, algjörlega og þá kannski að annarri spurningu sem er erfið en nauðsynleg. Að þínu mati, þetta varst þú að fjármálastjóri var ekkert annað í stöðun að láta fórstjóran þá voru þetta Birnu fara, var ekki hægt að leysa þetta eitthvað í nöðris? Já, ég held að sé ekki mitt að dæmi það. Það var niðurstaða stjórnar á þessum tíma og það var gríðarlega mikil umfjöllun og mikil hiti í fólki þessa dagana. Hvort að aðra leiðir hefði verið boðið. Það ég held að það sé betur að aðri dæmi það heldur en ég. Já, menn svara. Þá spyr ég að góðri spurningu. Hvað veistu langan svona frest á nú fegst bóðum starfið og hvað veistu lengi að taka ákvörðun? Já, það var ekki langur. Það var nú bara að rífið þetta upp. Það hefði ekki verið það voru einhverja mínútur frekar en klukkutímar. Já, ok. Og svarið var já? Já, ég er svona ákvæði þetta náttúrulega mjög sérkennilegar aðstæður, væga sagt. Ég hafði nú hugsað einhvern tíðan, mannaði ekki einhverju mánuðum eða ári áður. Þá var ég búin að vera fjármálastjóri í bankanum í 12 ár og var svona farin að hugsa að ætti ég nú að fara að prófa eitthvað nýtt en ákvaða að vera aðeins lengur og sjá til svona hvort að ef að tækifæri gæfist og Birna náttúrulega var búin að vera bankastjóri í 15 ár. Já. Kannski ekki allir sem átta sig á því en hún var sennilega svo einn af þeim bankastjórum í Evrópu sem var búin að sitja lengst. Mjög mörgum bönkum í Evrópu var kannski búin að skipta 7 sinnum bankastjóra á sama tíma. Þannig hún var búin að vera mjög farsæl í sínu störrum og byggja upp rosalega sterka fyrirtækjamenningu og annað slíkt. En hún var að fara að nálgast náttúrulega þann aldur sem að fólk bara leggst í helgan stein. Og þess vegna var ég búin aðeins að hugsa þetta, ef að tækifæri byðis, hvort að ég myndi taka stökkið. Og það kannski hjálpaði aðeins að þetta furðulega kvöld. Já. Að þá var ég kannski aðeins fljótari ákveða mig heldur en hefði maður komið algjörlega kaldur að þessu. Er það rétt muni hjá mér að varstu uppálega fengin til bráðabera og svo framlengt eða var það bara, fegstu bara stöðuna strax? Já, ráðum bara strax. Já, auðvitað, sjálfsög. Þá langar maður að spyrja bara hversu margar háskólagráður var þetta í krísustjórnunum þessar fyrstu daga eftir að mættir á sveiði? Sem bankastjóri þarf að segja. Það er mjög góð spurning. Þetta var náttúrulega ótrúlega furðulegur tími. Þetta var sett ég hef alltaf verið rosalega reglumæður í svefni en þetta var sett fyrsta andvökunótt mín í starfi, bara frá upphafi. Og næstu dagar og eftir náttúrulega var mjög lítið sofið og næstu vikurnar það var mjög svona sérkennilegur tími þess að kona mín var nýbúin í axlaaðgerð og ég átti að vera heima og hugsa heimili og vera svolítið henni innan handar en hún alltaf sá mig ekki þarna næstu 3 vikurnar og eftir þannig að ég stóð mig alls ekki í stikkinu þar og svo einmitt var þetta náttúrulega mikið erfiðum ákvörðunum, erfiðum málum sem þetta tækla og ég held ég að lést 7 kíló þessu 3 vikurnar mátti nú ekkit endilega við því en þessum betur fyrir þau komin tilbaka aftur
En þetta var náttúrulega mjög fyrirlegu tíma og það var sem að reyndi mest á var bara svona að finna sko, þetta sko, starfsfólki í bankanum er gríðarlega metnað í sínum störfum og gera vel og fá svona mikla gaggrinni og ofnbelga. Það bara reyndi rosalega mikið á og fólk var að finna líka einstakar starfsmenn út í búð og svona förnum vegi að svona vera að nýta í það. Eitthvað fólk sem var komið þessum málum nákvæmlega ekkert við. Þannig að það var mjög erfitt að finna það og svona sproti stolt. Og það var svona kannski fyrsta verkefni að bara vinna okkur í gegnum það og við gerðum það með því sjálfu sig bara svolítið að snúa bökum saman, náttúrulega bara hérna innan bankans og svona einbeitt okkur bara daglegum verkum og þjónustu af viðskiptavinni og svo svona var þetta allt svona smátt og smátt betra og betra. Umræða róaðist strax eftir aðalfundin sem var hérna, hvað ekki, lok júlí eða byrjun ágúst og svo fundu, já, mjög góða stíganda með haustun og sem bara í september strax til dæmis þá hérna fundu mikla breytingu og bara fá nýja viðskiptavinni, hérna, mikið nýjum góðum starfsumsóknum og annað slíkt. Þannig að þetta gekk nú furðu hratt yfir. Eins og þetta sko var erfiðu tími í júlí að þá, hérna, já, og þá fann maður bara allum viðskiptavinni, við vorum fattum bara að huga öðrum hlutum, bara hugsa vexti og verðbólgu og reksturinn hjá þeim og hérna, þannig að já, þegar maður fór eitthvað að tala sko atburði sumarsins, þá fór fólk bara ránkólu augum og vilja tala eitthvað allt annað. Einmitt. Og þá má kannski líka bara nota þetta plattform okkar til að hrósa Íslandsbanka og kannski einmitt minnast á það að inn í end þá voru allir starfsmennir ykkar og þið Íslandsbanki bara að reyna að gera eitthvað besta og auðvitað voru einhverju vankantar en ég ætla alltaf að segja þessi erfitt fyrir Jón kannski svaraði þá kannski var þetta farið yfir velsandamörk eins og segja, það voru allir að reyna að gera sitt besta bara. Já, algjörlega. Já, algjörlega. Og það er áhugavert að vera að lenda í þessari pólitísku hringiðu sem bara banki og bankastofnun hérna, en þú myndir segja sko, já, þetta var flott að gleymast hafði þetta einhver áhrif á þetta hafði ekki djúpstæðar áhrif á bankan sem slíkan en það, hérna menn voru bara eiginlega búin að gleyma þessu Hvort er í senna? Sko, mér senna Já, sko, ekki kannski gleyma en svona bara hugsa aðra hluti það var nóg, svo komum við eldgos og ýmislegt og bara svona stærri mál sem að bara hérna einhvern veginn fólk fór að huga að þannig að hérna, ég held að sé ekkert endilega að sé búið að gleyma heldur bara fór að huga að öðru hlutum og hérna, og þannig að þetta gekk hratt yfir og það er svona hjálpar okkur held ég, það er mjög sterk fyrirtækja menning í bankanum búið að byggja svona mikið svona, má segja, samheldni og hérna þannig að fólk bara þétti raðirnar og þétti sér saman og hérna og þess svona gekk þetta bara hérna furðu hratt yfir. Já, algjörlega. Kannski þá bara loka spurningi var þetta, er þessu máli ekki bara formlega lokið? Já, okkar hálfu allána og núna bara horfum við fram á veginn og hérna vonandi gengur næsta sala bara mjög vel fyrir sig. Ertu með smá hnút í maðanum með það? Eftir? Já, það er ekki það að neita því. Það er engin aðferð fullkomin. Nei. Og til að mynda sko, þessi aðferð sem hefur verið beitt núna, þá eru gerð skráningalýsing og þá eru opið í nokkra daga fyrir tilboðsbækur. Og það getur verið vandarsamt. Það getur gerst bara eitthvað í heiminu, bara eitthvað í Úkraínu eða í Evrópu eða eitthvað bara sem að kemur okkur ekkert við, sem hefur bara áhrif á markaðin. Já. Og það er alveg áhætta fólkinni því líka fyrir sko, fyrir ríkið sem seljanda. Þannig að það er engin leið fullkomin í þessu en við gerum okkur besta og náttúrulega reynum að kynna bara bankan eins vel og við getum fyrir fjárfestum. Já, flott. Já, ekki spurning. Já, svona, fyrst við erum að ræða söluferli, þá var það auðvitað kontaktfyrirtækjaráðgjöf eins og elsta og virtasta. Eða þú vilt hjálp við verðmæta á fyrirtækjum. Kaupið að selja fyrirtæki? Áranleika könnun eða annars slíkt, þá heyrðu í kontakt. Gómsend fyrirtækja með þetta sölu, sá ég. Já, fullt af skemmtilegum fyrirtækjum hana, fyrir fólk, fyrir áhuga sama. Það er menn sem er kass. Sko, já, ef við förum... Vorum aðeins byrja að tala um það? Vorum aðeins byrjaðir á áframhaldandi söluferli. Byrjum að því hvernig séu eftirspurnin að vera eftir þessum síðasta hlut ríkisins í bankanum, eftir náttúrulega, sko, í nánast allastæði frábælega vel heppnað fyrir útboð. Já, og kannski líka svo ég bæti við spurningu að markaðurinn er aðeins öðru í sig núna. Já. Það er mitt. Já, ég er nokkuð bjarsýn. Við náttúrulega erum alltaf að tala við fjárfesta og hérna finnum allavega góðan áhuga þar sem að við hittum fólk, hvað sem er hérlendis eða erlendis. Svo náttúrulega ræðst það bara af markaðsaðstæðum og ríkið náttúrulega getur stýrt í svolítið bara hvenær þau fara af stað. Markaðsaðstæður erlendis eru bara ansi góðar núna. Við hækkanir og erlendum mörkuðum, bæði tækni í fyrirtæki og bara heilt yfir. Fólk þar sér fram á vaxta lækkanir og bara svona stemning heilt yfir. Staðan á Íslandi er svolítið önnur. Við erum kannski má segja 6 til 12 mánuðum og eftir má segja bylgjunni erlendis.
Þannig að hérna ennþá vaxtastigið mjög hátt og vaxtalækkanir ekki byrjaðar og ekki alveg augljós kannski akkurat núna hvenær það byrja. Þannig að það kannski aðeins erfitt að meta hvernig markaðsaðstæður verða hérna. En ég bara mjög bjartsýnn, það gangi vel. Ég ætla að hnýta eitt sem þú sagðir að ríkið náttúrulega getur svona sirka tímasett hvenær þið fara með síðasta hlutin á sölu, en það náttúrulega kosningar hausti 25, þannig að þeir vilja líklega gera þetta fyrir það. Þá veltum maður fyrir sig, þannig að þetta þarf að gerast allavega á næstu 12 mánuðum og hvað þið lengi að þeirra er búið að ákveða hvað þau mikið undirbúning áður en ákveður að fara í þetta söluferli? Ja, algjörlega, þannig að það sem gert náttúrulega núna bara allt undirbúið, búin til skráningalýsing og allt undirbúið og ef allt gengur vel að þá er vonandi þetta fara í þetta fyrir áramót. En seljandinn hefur alltaf val, það er alltaf klárt og þá getur hann, ef bara markaðir eru ekki sterkir, þá getur hann bara hingrað aðeins og þá erum við kannski að tala um 1 til 2 mánuði. Já. Og svo er þetta merkilt með þessa markaði, þeir getur bara sveiflast á milli daga líka við og sérstaklega kannski enda á frekar erlendir markaðir. Við þekkjum það mjög vel að skuldabir útgáfum, það getur verið bara allt galopið 1 dag, svo kemur ykkur frétt bara og til dæmis eitt sem kannski núna eru forvitnilegt það eru forsetakosningar í Bandaríkjunum í byrjun nóvember og það til dæmis hefur rosalega mikil áhrif á markaði. Já. Getur verið svona flökt í kringu það og óvissa og fólk svona kannski varfærið og svo eftir hvernig niðurstaðan verður og hvernig svona eftirmála verð eftir það hvort það verði einhvern mikil ágreiningur varðandi kosningarnar og slíkt. Það er til dæmis eitthvað sem við getur haft áhrif á markaði. Og þá er það bara ríkisins sem seljanda að meta bara eru markaðsaðstæður nógu góðar eða þarf að bíða þangað hlutinni róast. Já, algjörlega. Já, það er í mörg horna líta þegar út að bjóða út banka. Já, það er það sko. Kannski eitt segla að því að tala þarna, við erum aðeins búin að tala vankantan á hinni sölunni, aftur það er ekkert söluferli fullkomið. Þú varst aðeins búin að tala hvernig fyrirkomulega verður núna, en verður öllum velkomið að taka þátt núna? Já, það verður gerð skráningalýsing og það er undanfæri þess að geta boðið almenningi að taka þátt. Ef þú myndir ekki gera skráningalýsingu, þá mættur ekki bjóða þeim þáttöku. Þannig að það er bara verið opnað fyrir það og svo náttúrulega geta fagfjárfesta, það verður sett, 2 box, annars vegar fyrir almenning og svo annað fyrir fagfjárfesta. Já, klart. Já, sko, auðvitað var það mikið á milli tannafólki svona til þess að slá botnin í þetta síðast hvert verði var og margir spekingar einmitt sem að benda á það er nú verið hægt að fá herra verð fyrir til ljósið þess að gengi fóru upp já, eins og gengi á til að gera, fara upp og niður. Sko, eitt í þessu, að því við sjáum nú Íslandshótel síðasta útboð á íslenska markaðnum sem að gekk ekki nógu vel. Sko, það hlýtur samt að vera mikið í húfi fyrir bankana að koma og ríki að koma sem bréfum í verð. Það væri leiðinlegt ef að segjum bara að þetta væri stæði við í einhverja 3, 4, 5 daga og ég veit ekki, Trump er forseti og hann myndi hóta kjarnorku stríði við Kína. Og loka Íslandbóka. Það er samt kannski má segja smá lúksus þar að ríkið sjálfsög þannig stakkbúið, það getur alveg beðið. Já. Þannig að það er sumstar, kannski sérstaklega erlendis, það svo bara með seljendur sem bara verða að selja. Og það er mjög erfitt að vera í slíkri aðstöðu ef að markaðs aðstæður bresta og verða ekki góðar. Þannig að ríkið kannski má segja þeirri lúksus aðstæðu, það getur alltaf bara ákveða að bakka og segja bara, heyrðu, bara markaðsstæður ekki og erlendi fjárfestar eru mjög vanið því. Það er alvanalegt að einhverju er að hugað útboðum og ákveða að fresta því bara út af því að markaðsstæður eru ekki góðar. Þannig að það er eitthvað sem ríki hefur klálega bara getur valið sjálfsér. Svo hitt sér náttúrulega æskilegra að bara allt gangi snurðulaust fyrir sig. Já. Hvað búist við með og hvað var mikill áhugi erlendis frá síðast? Ég bara rifið upp tölunar sem það var nýföld eftirspurn í heildina og minnir að það hefur verið 2-föld eða rúmlega það sem bara frá erlendum. Minnir það, en ég þurfti nú bara rifið það betur upp. Þannig að það hefði verið hægt að selja sjálfsér allan hlutin til erlendra fjárfesta. Já. Samningaviðræður við Kviku. Maður nú rætti þetta í þætti á okkur í kjölfara á samningaviðræðunum við Íslandsbanka og Kviku að já, hann var og hún stóð ekki að sama hvernig var ráðist á Birnu í kjölfarið og kannski eðlilega þetta var hann var ekki sáttur skítkast. Hann hætti nú eiginlega bara út af því Já, það var eiginlega búin að spyrja þessu en þú veist Nei, við erum bara meira að spyrja hvort að gagnrýnin á Birnu hafi verið kannski full harkaleg og óréttlátt. Já, ég held ekki alveg svona að því lítum til eins og hún er búin að vera 15 ár
afar fæsel, búin að virt bara í íslensku atvinnulífi, búin að byggja upp mjög mikið kringu sjálfbærni, jafnrétti, bara og í rekstri bankans, bara frábær rekstra manneskja. Þarna var einhver hluti sem að betur hefði mátt fara, en það var svona ansi kannski, óvæði hvernig var ráðist að henni í þessu, ég get alveg tekið undir það. Og það sýnir kannski svona hvað en svo á saman tíma náttúrulega bara rosalega ábyrgð að vera að stýra fjármálafyrirtæki og mikla kröfur til þess. Þannig að ég get alveg og bara með strengilegt að marinu og stíga þetta fram á þessum tíma. Það var ekki margir sem var tilbúin að stíga fram og fara svona með þessu skoðanir. Já. Geðveiku þáttur, mælum með allir hlustum. Já, skemmtilegu þáttur, marinu og flottur. En voru þetta mikil vonbrigði að klára ekki samruna við Kvikuna? Já, klálega. Það hafði verið þetta búið til alveg ótrúlega ennþá flottara fyrirtæki með slíku samruna. Og ég held að kúltúrin svo að sé náttúrulega alltaf einhver munur, þá hefði það kúltúrlega bara gengið vel upp og augljós bara svona tækifæri í því, bæði út á hagræði, bæði svona kostnaðarmegin og tekjumegin og svo sé verið bara tímin að leiði ljóskost að vera eitthvað tækifæri síðar. Já, hvað var, ég veit ekki hvað þú mátt segja mikið, hvað var þetta komið langt? Var þetta bara eftir að skrifa bara blekið? Já, einmitt, ég er svo smá einmitt erfitt að tjá sér það var komið bara ansílant og mjög góður andi í þeim viðræðum. Já, við sjáum að það virðist vera lenskan hjá bankafyrirtækjunum að stækka við sjáum Landsbankann og TM sko, er þetta eitthvað sem þið eru að horfa í að auka veltuna hjá okkur? Já, við erum alltaf að skoða tækifæri. Við erum náttúrulega með tölvöld mikið umfram eigið fé, starra gráni 20-25 milljarða og það er alltaf verið að skoða það, bara hvernig ég á að nýta það sem best og það eru nokkara leiðir, ein er að greiða bara út til hluthafa, önnur er að bara sjá lánabókina að stækka, hvort sem er hérlendis eða eitthvað leiti erlendis og svo þriði kosturinn er einmitt að fara í samruna við fyrirtæki og þá breikka rekstrargrundvöllin og þetta er einmitt alltaf eitthvað sem við erum bara, alltaf að skoða og meta kosti. Þetta er ekki mjög dipló svar. Jú, en þá vil ég fá aðeins á að taka upp aftur, ertu búin að hringja í Ármann? Það er ég. Ég hef alveg talað við Ármann. Og, við erum bara hittust öðru hverju í það er alltaf í viðskiptaráði og reykust okkur annað þar. Já. En það er ekki einhverja stíga viðræður í gangi. Nei, ok. Já, kannski tökum aðeins almennt úst bankinn dag hvernig það stendur að því við vorum að tala sterka einfjárstu og lausafjárstu hvernig hefur gengið að fjármagna ykkur? Það gengið bara gríðarlega vel. Það var smá hiksti á erlendum mörkuðum eins og ég sagði áðan 2022. Þá vorum við að sjá mestu lækkanir á erlendu skuldabréfamörkuðum frá því kreppunni miklu í Bandaríkjunum. Já, í næstu 100 ár. Þannig að það eru eitthvað sem að kannski fó lítið fyrir heima og þá var það þannig að erlendur skuldabréfafjárfestar voru í svona cirka heilt ár búin að tapa á hverju einasta skuldabréf sem þeir keyptu. Þannig að það var bara allt á niðurleið og það hafði áhrif á okkur þó að Ísland var bara í góðum málum, íslensku bankarnir mjög sterkir að þó að við séum svona tiltölulega stóri innanlands og við vorum að gefa út útgáfur sem er 300 milljónir evra sem er cirka 50 miljardar útgáfan en það þykir mjög lítið á evrópska vísu og það er svona mjög lítill seljanleiki með það sem þau eru vön og það er kannski hjá þeim er meira að vera að gefa út miljard evra eða 2 miljardar í hverju útgáfu og það olli því að það var mjög lítill seljanleiki og þá svona í þessum aðstæðum þar sem allir eru að selja og reyna að losa pening að þá hefur það verri áhrif á slík bréf. Þannig eins og við erum að spyrja fjárfest úti og þeir klóru sér kollin með þessu og íslenski banka bara mjög vel stæðir en við sáum álægð á íslensku bankana fara úr cirka 0,8% í þegar það var hæstlét 5%. Þannig að þetta er engin smá hreyfing. Nei. Og svo kemur þetta mjög hratt tilbaka og fjármögnin núna er bara í mjög góðu standi og aðgengi íslensku bankana erlendu fjármagni er mjög gott. Innanlands er fjármögn líka, það hefur tekist vel að byggja upp skuldabréfamarkaði. Við byrjum 2011 að gefa út sértrið skuldabréf og sá markaðir hefur byggst upp bara og vorum bara mjög sterkur núna, hleypur 100 miljardar og lífeyrissjóðir eiga stærsta hluta af því og svo hefur við líka verið að gefa út svona ótryggð skuldabréf heima og víkjandi skuldabréf. Þannig að það er fleiri og fleiri kostir í boði
og sá markaður hefur bara verið að þróast og þroskast og orðið bara nokkuð sterkur. Svo hafa innlán verið að aukast allverulega núna síðustu misserin og þar hefur náttúrulega vaxtast í áhrif. Fólk að færa sig einhver leiti úr öðru fjárfestingarkostum og yfir í innlán og svo náttúrulega það bara að innlán er á hærri vöxtum og þá náttúrulega stækkar innlánin líka bara út af vöxtum og vaxta vöxtum. Þannig að þannig að fjármögnunin bara gengur heilt yfir mjög vel. Þú talar áðan fyrir þettinum að einmitt óverðtryggð húsnæðisláni er á svona fljótandi 10% vöxtum þeirra fjármögnuningur á 9%. Hvað er svona drauma vaxtamunur hjá Íslandsbanka? Það er líklega hærri en þetta. Já, heildar vaxtamunurinn er svona í kringu 3% og þar hefur áhrif reyndar að við erum með svo mikið eigið sem að ber ekki vexti. Já. Þannig að það hjálpar upp að heildar vaxtamunin. En vaxtamun, svo er það mjög misjætt eftir formum. Við erum með eitthvað vaxtamun og innlánum. Það er mjög breytilt eftir hvernig innlánum eru. Útlánum eru einmitt á húsnæðislánum. Það er svona 0,5 til 1,5%, eitthvað staðar á því bili, svona eftir mismunandi eftir vörum og tímum. Fyrirtæki útlánum, þá getur það verið bilinu svona frá 0,78% og upp í 3-4%, eitthvað með. Og það fer náttúrulega eftir bara áhættu, undirleiti og hvaða tryggingar eru. Er það gríðarlega eigið sem ber ekki vexti? Er eigin fjárkrafan á Íslensku bankanum of há? Já, ég held að sé svona, við berum okkur saman, það er alltaf merkilegt að, ef við horfum að bara eigin fjár hlutfalli sjálft, þá erum við ekkert ólík skandinavísku bönkum, í kringum 20%. En ef við horfum á þá er búið að áhættu vigta eignir, það er svona svolítið tæknilegt, en ef við horfa bara á eigið fjár á móti hildareignum, á þess að vera áhættu vigta neitt, þá erum við með svona í kringum 12, 13, 14%, að menn evrópski bankar eru kannski 3-5%. Þannig að gæði eiginfjár má segja er miklu hærra í íslensku bönkunum og það er svona má segja minni áhætta. Þannig að kröfunar hjá okkur eru ansi miklar og það eru svona eiginfjár aukar sem eru settir á bankana og þetta er eitthvað sem að kostar, þetta er eitthvað sem við þurfum að setja inn í okkar verðlagningu og það er eitthvað sem að ég held að ég alveg skoða núna hvort það sé einhver tækifæri til að lækka það einhver leiti. Og svo þetta er svona sama umræða svolítið eins og með gullhúðuna í svona regluverkinu sem verður innlega regluverk frá Evrópu og bætum alltaf einhvern aðeins ofan á það þannig að við sem að ganga ennþá lengra á Íslandi heldur núti þannig að þetta er svona svolítið sama meiði. Nú geta eins og þannig að það geti ekki allir verið góður í öllu ef við skoðum aðeins Íslandsbanka og berum að saman við aðra banka Landsbankinn er alltaf stóra á innlandsmarkaði einstaklinga og hvar eru þið núna ef við skoðum þessi helstu samkeppnisásnum? Já, á samkeppnisásnum. Já, þetta er náttúrulega íslensku bankarnir eru allir tiltölulega svipaðir að stærð og með svona nokkuð svipaða starfsemi er allir að bjóða er svona alhliða bankar eru að sinna öllum viðskiptavinum og við erum með svona markaðshlutdeild á bilinu svona 25-35% í svona flestum stöðum. Svona hlutfallslega stærst kannski má segja í litlum meðalstórum fyrirtækjum þar sem við erum með mjög háa markaðshlutdeild við erum mjög sterk í kreditkortum, bílalánum svona heilt yfir. Já. Nú er ég kannski að spyrja spurningar sem að þú vilt ekki opinbera en þú veist, er einhver staðar sem að þú vilt sækja á einhver markaður sem þú vilt bæta markaðshlutdeild Íslandsbanka? Já, ég reyndi kannski nefna líka það sem að kannski ekki allir svona sjá að við erum eiginlega stærsti fjárfestingabankin líka, við horfum á tekjur, heildar tekjur að gjaldeyrismiðlun og verðbréfamiðlun og svona þeirri starfsemi aldrei að þar hefur okkur gengið mjög vel líka og hvar við viljum stækka það er myndum náttúrulega vilja bara stækka heilt yfir allstaðar bara? Já, en það er aðeins svona misjætt eftir tíð og tíma bara hvernig okkur líst á og það er svona fer aðeins eftir samkeppnisaðstæðum til dæmis hefur mikill vöxtur núna undanfarið í litlu og meðalstórum það hefur mikill tækifæri þar og mikill gróska og svo koma aðrir tímar þar sem er rólegt þar og mikill eftirspurn undir húsnæðislánum þannig að við svona aðeins höfum á að segja vindum eftir seglum eftir vindi eftir bara hvar svona að sjá tækifæri hverju sinni. Já, algjörlega. Það er náttúrulega maður sér svo takmarka af nýsköpunni á bankanum að maður sér kannski það sem er á einstaklingsmarkaði, maður sér núna til dæmis Premiu hjá Arion. Ég held maður sér kannski að pæla bara nægilega mikið í því eða ég held nefnilega að bankanir sé alveg ágættir að koma á framfæri en
en svo það bara allir þessi 3 bankar og sérstaklega eða bara allir bankarnir að veita bara ansi góða þjónustu sko. Já, við svona má segja kannski okkar DNA hefur persónuleg þjónusta, við leggjum gríðarlega áherslu á það og það er svona svolítið má segja DNA hjá okkur og fólk brennur virkilega fyrir því og svo það sem kannski svona má segja framþróun í bankakerfi núna og held ég að maður horfir svona áfram í tíman að það er svona hvernig við náum að spila það saman, rafrænu þjónustuna og persónulegu þjónustuna og náttúrulega eru gríðar sko starfsmönnum bankana hefur fækkað ca. 50% á síðustu 10-12 árum og það er ekki margi geirar á Íslandi held ég sem að hafa ná eins mikilvæg hagræðingu og svona aukningu skilvirkni og núna það sem við erum að sjá að við viljum vera rafræn þar sem að það er auðvelt þar sem fólk að millifæra og gera einfalda hluti og þarf ekki sjálfu sig hjálp en svo viljum við líka vera mjög persónleg þegar á því það að halda og til dæmis ef þú ætlar að fara að taka húsnæðislán þá getur að bóka þér tíma og fengi bara úrvalsráðgjöf og samtal þannig að það er svona þessi blanda þessu tvennu og sem má kannski bæta við erum líka með svona róbota fróða sem að fólk getur talað við þannig að það er svona þessi tækni hann er líka heldur góður af því að það eru mörg mjög léleg spjallminn að núti sko. Voru ekki fyrsti með hann líka? Jú, fengi mörg velum fyrir hann og hann getur hjálpað fólki oft mjög hratt bara að fá skjót svör við það sem er svona einfaldari spurningar en svo þegar fólk vil fara á dýftina þá getur að bóka tíma og fengi það líka þannig og svo kannski svona næsta þróun náttúrulega gervigreindin það náttúrulega mikið buzzword og mikið talað þá ég held að skráð fyrirtæki á markaði Bandaríkjunum það er engin maður með mönnum nefnum tali allan 10 sinnum gervigreind ég held að gengi í Íslandfólk að hækka 2% bara til að hún sagði þetta það er alveg ótrúlega tækifæri því og við erum sem núna erum við komin á Teams erum við komin með nýjan starfsmann sem heitir Sam sem sem gervigreind þannig að þú getur bara eins og tala við bara hvern annan starfsmann þá getur þú sendt honum skilaboð og spurt spurninga og núna erum við til að byrja með bara að nýta gögn utanfrá bara á netinu og það sem er svona opinbert og næstu skrefi svo opna aðgang allir gæða handbókum og svona innri leiðbeiningum og svo í framhaldinu hægt að opna og kannski meira aðgengi inn í svona gögn bankans en þarna þarf að fara mjög varlega þetta er rosalega viðkvæmur upplýsingar þegar að stýra gríðarlega vel að sé ekki að leka neitt út og annað slíkt en alveg gríðarlega tækifæri þarna. Djúvel hefur verið gott í útibúinu í gamlanda að vera með gervigreindina maður þegar maður var 2018. Sko ég velti fyrir mig, það ekki líka þannig þarna, ég ætla líka að spyrja aðsett í útibúi því ég mikið áhuga á því að því að við vorum báður að starfa í útibúi. Sko djúvel hefur verið þægilegt að vera mætt í útibúi Sigga svo mættir maður fá 2 milljónir lán, það er hendi gervigreindina þetta er gaurinn maður gefa hann lán eða ekki. Sko ég reyndar, þegar ég var inn í útibúi 2018, þá hélt ég bara eftir svona 10 ár, reyndar eru bara liðin 6 ár, en ég hélt að bara myndi ekki vera til bankaútibú árið 2024. Svo var ég að vinna þarna í Smárlundinu þar sem Íslandsbanki og það er alltaf stappað þarna. En maður velti sig kannski fyrir sig hvort þessi viðskiptavinir sem eru þarna séu þarna fyrir kaffi eða hvort þessi að gera eitthvað þarna er að skapa eitthvað að teki fyrir bankan. Eru útibú ennþá nauðsynleg? Ekki hægt að gera allt í símanu sem þú getur gert í útibúið? Þetta er alveg magna og fyrir svona kannski 5-6 ári síðan hélt maður þetta sama. Þetta er rosalega hröð þróun og myndi bara loka og bara þörfin fyrir útibú myndi hverfa. En það er sko fyrsta leginn það er nú alveg eitthvað fleiri skref sem á svona eftir að klára í svona þessi skilvirkni til dæmis var þetta rafræna þinglýsingu húsnæðislána þegar það er komið úr laga umgjörðin í kringu það þá mun fólk geta tekið húsnæðislána bara á netinu og ekkert mál og rennur allt hratt í gegn en það sem við erum að sjá hins vegar að það er ennþá bara það er tölur eftirspurn eftir svona þessari persónulegri þjónustu. Við erum alltaf að reyna eins og að reyna má segja hjálpa okkar viðskiptavinum að sinna því sem að getur sinnt rafrænt, bara gera það sjálft í appi og síma, það spara kostnað bæði fyrir okkur og þá náttúrulega endanum fyrir viðskiptavinna líka. En svo þar sem að þarf svona persónulega aðstofa, þar eru til staðar og alltaf tilbúin að koma og hitta fólk og fólk getur bókað tíma. Þannig að ég held að útibúin bara ágætislíf framundan. Já, það er kannski líka eitt sem útibúin alltaf, það er ekki hægt að losa okkur útibú fyrir en að það er líka hægt að skipta gjaldeyri. Það er ekki, þú getur ekki núna komið með evrur og breytt, fattiði mig. Já, svo merkilega með það er nú eitt að lúksusvandamáli sem við glímdum við núna fyrir, þegar sé það flesti bankarnir hætti núna að afgreiða norrænu myntirnar. Og við sátum uppi með held í 200 milljónir í dönskum krónum sem við bara losnum ekki við. Bara dönsku bankarnir hættu að bara taka við þeim. Já. Þannig að það var bara algjört vandamál hvað ættum að gera þessi dönsku krónur.
og þannig að það já, ég held að það sé nú svo á sama tíma hins vegar náttúrulega rosalega mikið seðlar og mynt notaðir í Evrópu og Bandaríkjunum. Þannig að það aðeins misjætt þetta í löndum, en það er náttúrulega hraðbakkarnir sem að geta sinnt í, bara mjög vel. Fara ekki bara alltaf í ásætið að fara til kaupinu? Og bara dagpenningar? Jú, það er ágætis hugmynd. Já, klart. Aðeins með gervigreindina, ég hitti tyrkneskan bankamann fyrir í sumar, sem að var að segja að þau voru farin að nota gervigreind til þess að búa til lánamál, og þá fyrirtækið er að hugsa lánamál, og svo voru með aðra gervigreind til þess að lesa yfir lánamálið. Já. Þannig að það er alveg þannig úti eru tölur margir bankar komnir mun lengra, og svo er bara að missa hvað bankarnir treysta sér að fara hratt í þá þróun. Gæti við ekki líka... Láta þér etja kappi, ég fíla það. Já, gæti við ekki líka séð það bara því að við höfum allir setið þess að lána okkuruna fundi, sko, þetta er ykkur 5-6 aðilar sem setja þarna, það er ekki bæta bara við einu stól, það sem er bara eitt sam bara, sem er alveg hlutlaus. Algjörlega, ég held að það verður klálega, en ég held að hún leysi samt, allan það held ég sér tölvöld látið þá hún leysi alveg mannin, það er svona þessi tilfinningagreind sem að bara aðeins hættar að sjá ná að leysa úr, þannig að ég held að það sé nú, en hún klálega mun eiga að sæti að borðinu held ég. Já, klart. PSD, sko, að því við erum að tala tækifæri áskonir íslensk bankana, PSD 2 og nú bráðum PSD 3, Open Banking og þetta, sko, hefur þetta haft, sko, ég bjóst við kannski meira áhrif á Open Banking, og kannski aðeins fróður en ég, hvað þetta felur í sér fyrir almenna góm? Já, við byggust einmitt við því. PSD 2 sem tíði það að þá sjálf sér á opna aðgengi að bankaupplýsingum. Þannig að eitthvað lítið fjártækni fyrirtæki eða Facebook eða hvað sem er á að geta á nálgast gögn, reikningsupplýsingar viðskiptavinni bankans, og bankin er bara á skyldu og alltaf veita slíkt aðgengi, sem að kemur aftur inn í öryggismálin sem að það náttúrulega passa, það er náttúrulega ótrúlega mikið allir með þess að svika málum og slíkt núna sem að það er að passa mjög vel upp á, en þetta þróun þarna hefur hægar heldur en bjugustu. Fyrir svona 3-4 mánuð síðan þá bjugustu við því að það er bara algjör breyting. Forritin, Facebook og önnur væru bara komið með þetta allt saman og fólk myndi vera að bera saman það reikninga, og þannig að þetta er svona að vera aðeins hægar heldur en bjugustu við. En svo er oft sagt að breytingar 5 ára séu svona hægar en maður býst við, en hraðar til 10 ára. Þannig að þetta mun klálega vera áfram í mikilli þróun. Já, og svo líka eins og þetta tannlegur, ég man að það var eitthvað svaka leikbreytir þegar okkar séð bara í Arion-appinu hjá þér bara hvaða stöðu og með líka þennan á Landsbank og Íslandsbankareiknum, er það ennþá hægt eða? Ykkur leiti hjá ykkur það var boðið og svo held ég fóruð út aftur og það var ekki sjálf sem mikil upptaka til því. Einmitt, og þetta, eins og ég ætlaði að segja, fólk held einmitt að það var eitthvað þvílík veisla, en svo einhvern veginn var þetta bara að svo eru kannski margir, kannski annað, því að það er þetta stofnandi viðskipta á Íslandsbanka þó þú setur Landsbankanum á 10 sekúndum, en ekki dálítið margir bara samkvæmt sér einstaklingar að fyrirtæki þeir vilja bara vera hjá sama bankanum, það ekki dálítið þannig? Jú, því hún oftar henda, fólk skipti oftar maka heldur banka. Það sé nú sennilega kannski ekki alveg sett, en einmitt, það er náttúrulega þannig að þú getur á 10 sekúndum stofna nýja bankareikning, þannig að verður ekki ánægð með þjónustuna, þannig að það er náttúrulega bara gríðarleg pressa á bankana að standa sér vel í þjónustunni, og það er mjög auðvelt að bera saman kjör, Aurbjörg til dæmis og fleiri síður sem getur borðið þetta saman. Þannig að samkeppnin er mjög mikil og bara, það er bara mikil krafa að það þarf að standa sig í allir þjónustu. En finnst þið vera, sem við förum aftur í útibúin, finnst þið vera störukeppni á milli ykkar stóru 3 bankana að bara hver yfir í gekkin og segja bara, við erum ekki með neitt útibú lengur. Við ætlum bara að taka við bókuðum tímum. Nei, ég myndi ekki halda það. Ég held að sé svo er það aðeins ólíkt höfuðborgarsvæðinu og svo út á landi. Ef maður horfir á höfuðborgarsvæði, ég til dæmis að DNB í Oslo held ég sé bara með 1 útibú í Oslo. Þannig að á næstu 10 árum, 5-10 árum held ég að sé nú líklegt að það verði færri í útibú á höfuðborgarsvæðinu, ef það verði á meira þessi þróun að fólk bóka sér tíma og þá skiptir ekki öllu máli og þetta fara einu svona ári, þá skiptir ekki öllu máli hvort sé í Hafnarfirði eða Kópavogi eða Reykjavík eða hvar það liggur. Út á landi hins vegar þá náttúrulega eru útibúin, þar hefur þróunin verið, og segja svolítið skemmtileg núna, þetta þessi nýja tækni, Teams og fleira, það hefur boðið upp á það að þessi hætta bara eiginlega jafnvel fjölga störfum, allavega nýta störfum betur út á landi. Þannig að fólk sem er í útibúi núna út á landi, það er ekkit bara að sinna viðskiptavinnum í því bæjarfélagi. Þannig að þessuna held ég að það
já, íti mjög undir það bara að sko útibú út á landi verði bara vonandi stærri og öflugri heldur en ella hefði orðið. Já. Og við sjáum bara til dæmis í okkur, það er fólk í IT eða tölvudeildunum og í áhættustýringu og fleiri einingum sem getur bara unni út á landi. Þannig að það er ekkert sem að banna það að við erum að auglýsa starfi í áhættustýringu. Þá getur eitthvað sem býr á Ísafirði sótt Nákvæmlega. Og getur alveg eins unnið það eins og í Reykjavík. Já. Og við erum náttúrulega með líka skrifstofu í Póllandi með forritara þar. Þannig að við erum orðin alveg því að vinna bæði milli landa, milli landsluta og allt þetta. Þannig að það býður upp á mjög skemmtilega möguleika. Já, algjörlega. Og mér finnst kannski líka að þetta er mjög góð punktur á Jóni Guðna sem að ég held hafi, ég hef alltaf ekki heyrt að ná, sem er að því að það var mikið hlegið í þegar að ég held að Benedikt Jóhannesson, góðvinur þáttarins, talaði að Arion banki sendi honum póst til að bæta þjónustuna en þá ákveða að loka útibúinu við hliðina á þér og honum fannst það sérkennileg skilaboð. En hann kannski átta sig ekki á því eins og Jón er að tala um að ef að þið ná að spara kostnað, að þá getið þið vonandi sýnt það í verðlagningu ykkar til viðskiptavinnan ykkar. Já, algjörlega, við getum ímyndað það. Það er búið að fækka starfsmönnum helming sístu 10-12 árum. Ef það ekki verið gert, þá er kostnaðurinn tvöfalt meiri og þá hefur þurft að verið að verðleggja það inn í vörur og þjónustu. Þannig að það hefur náttúrulega gríðarlega mikið að segja við náum hagræðingu. Já, klart. Svo með starfsumhverfi, kannski nefnar minnst líka sem skemmtilegt að þetta umhverfi býður upp á líka eins og ég oft hugsa til þess að ef ég væri 25 ári í dag og ég var að sækja vinnu, þá myndi ég sennilega bara setja þessi kröfu og ég geti unnið bara erlendis frá 1 mánuð á ári. Já. Ég held að þetta muni þróast aðeins líka. Er þetta ekki eina góð sem COVID gaf okkur eða? Jú, já, allan kannski eitthvað örluð, eitthvað fleiri atriði en þetta er allan ég held að já, og við sjáum þetta bara með erlenda fjárfesta sem við erum að hitta. Margir hverjir þeirra eru bara út í sveit. Þeir nenna ekkert að keyrun í London í klukktíma rúmlega og svo tilbaka aftur. Þeir bara búa ekki starri í útkverfunum og taka allt á Teams. Einmitt. Og þetta sama, þessi þróun og þetta býður upp á svo mikið sveigjanleika og við erum alveg að finna það hjá okkur. Það er nokkur starfsmenn nýtt sér það og farið bara til þess og búið í Austurríki eða Spáni eða hvar sem er og ykkur tíma og bara fengið þá lífsreynslu að prófa það að búa ekstra erlendis og geta það samt unnið. Þannig frá. Þannig að það er mjög skemmtilega möguleika þar. Já, ég held líka bara, ég fór í vísindaferð ég held að Jón hafi verið með einmitt góða ræðu þar sem hann tók höfðinglega bótt okkur Íslandsbanki og þar, ég held að fólk er að mæta kannski 3 daga á skrifstofuna og svo er það 2 daga heima, þannig að það er bara fjárvinnustefnan er upp á 10 án Íslandsbanka. Já, það er og það er bara sá sveigjanleiki boðið sem að gengur í hverju teimi fyrir sig, það er aðeins misjafnt eftir hópum. Náttúrulega ég vorst að vinna í framlínunni, þá þarftu meira að vera á staðnum, en það hefur reynda komið á óvart að núna eru flestir að mæta flesta daga í vikunni. Já, ég skil það alveg. Já, það er maður bjóstu eftir COVID, alveg fyrst eftir COVID þá var þessi stemningin að vera 3 daga í vinninu og 2 daga heima. En svo hefur þróun orðið bara, fólk bara mæti flesta dag og bara finnst það skemmtilega. Já, það er líka svo skemmtilegt fólk að það. Já, heldur betur. Já, algjörlega, og sjáum hann var ekki forstjóri Starbucks tekið við. Þetta var rosal, já. Neita að flytja. En það var ekki sérstök laun sem hann fekk? Nei, það voru bara einhverjir. Og kauprættin var okkur til líka. Milljarðar. En, já, kannski eitt sem er langar að nýti hérna á hann, eða ekki nýti, en í sambandi við að skipta oftar maka en banka. Hversu mikið hefur landslægi breyst á síðustu, ég veit ekki, kannski 10 árum úr því að þetta er orðið svo auðvelt? Er kannski, að því maður sér líka, eins og maður sér herferðunar við mötsum fermingar framlaga upp að einhverju vissu marki og þessar herferði hjá bönkunum. Við sjáum líka þetta Georg og þessi, þú vilt ná fólki inn sem fyrst, bara upp á það að tryggja langlífið þess, en hversu, það hefur líklega minkað í verðið eða eitthvað? Tryggðin við bankan hefur minkað eða hvað? Já, einhver leiti, en ég held á sama tíma að sé bara náttúrulega búið að styrkja og bæta þjónustuna mjög mikið, þannig að þó að sé rosalega auðvelt að flytja sig, að þá er ekkert endilega mjög margir að gera. Og það þegar fólk er ánægt og er að fá góða þjónustu, heilt yfir. Og góð gjör, þannig að hvort það verði svo meiri í framtíðinni, það er náttúrulega verið að tala um það að yngsta kynslóði núna sem er að koma út úr háskólum, að þetta fólk muni skipta oftar vinnu heldur en áður hefur verið. Fyrir 30 ára síðan fór fólki í vinnu og var bara þar í 50 ár og hreyði sér minna. Það já, ég held að sé ekkit fjarri í lagi, það geti orðið, en mér finnst það heldur ekki dörugt.
með líka svo Jón segir, mögulega heldur að bara starfsmönnum bankana á tánum að vita að þeir geta skipt, þannig að þeir vita bara ennþá betur þjónustu. Já, algjörlega. Já, ekki spurning. Akkur renduðu greiði krakkan 10 km verðunum sinum? Þessi helviti góð. Já, þetta hérna... Svaraðu fyrir þetta. Ég veit hvað ég skal, þetta er já, þetta er bara mjög skemmtileg umræði kringu þetta og ýmislegt með tímatökur og annað í hlaupinu og við komum ekki að við stýrum ekki hlaupinu sjálfur þannig að ég held ég verið bara benda á eitthvað betra fólk mig til að svara því. Já. Þetta var eins og gríðarlega vel heppnað og ótrúlega skemmtileg dagur og það er svo magnað með þetta hlaup að það hefur bara 7.13 og eiginlega alltaf verið frábært veður. Það er svo núna var sko brjála rok nóttina undan og svo líka eftir hlaupið seinum daginn en alveg bong og blíða í hlaupinu sjálfu. Já. Og bara þvílíki stemningin og kraftur og svona alltaf það, meina yfir 250 milljónir sem að hlaupar að safna fyrir góðgerðamál og það er svo gaman að sjá þegar góðgerðafélögin fá peningin afhentan, það er svo gríðarlega mikið að segja, þannig að þetta tókst ótrúlega vel til. Já, ég verð bara nýta tækifærið að hrósa Íslandsbanka, sko, svo er annað. Þetta er eitthvað besta konsept bara sem við komum í Íslandi. Já, þetta er snild og ég býnir í bæ og það eru kannski nokkri dagar ári það sem að Reykjavíkurborg og miðbærinn lifnar við með menninganótt, götubitahátíðin var skemmtileg en hápunktur sumarsins var held ég bara Íslandsbanka maraþoni hrikalega skemmtileg viðburður og maður ber þetta saman við borgir erlendis þá er þetta kannski bara einu sinni í mánuði eða 2 mánuði en þetta er bara teljandi á fingrum annar handar sem sagt þessi viðburður og það ber bara hrósa Íslandsbanka fyrir ennitt vel heppnaða hlaupið. Já, takk hjá fyrir það. Við erum gríðarlega stolt að þessu og gaman að sjá þetta, náttúrulega það sem við gerum er að við svona, kannski má segja, búin til grunninn, við höldum utan hlaupa styrk síðuna og svona til að byrja með var banki mikið á svona ídæðu stað og svo er þetta bara eitthvað sem eignast yfir eigið líf og náttúrulega bara hlaupa rút allt, bara gera gríðarlega góða hluti að styrkja félög og búi til sögur í kringu það. Þannig að þetta er alveg gríðarlega skemmtilega hvað vel hefur tekist til með þetta. Já, ég ætla líka að hrósa þessum hlauparaðna sem að náðu þessu meti, þetta er fárlega vel gert. Já, 14 var gamall. Ég með eina random spurningu við sjáum að bæði Kvika og Landsin er að fara í fæsluhýringu, eru þið að pæli? Já, við erum alltaf að pæli í ykkur en það er gríðarlega mikil samkeppni í þeim markaði núna, þannig að það er alltaf ekki eitthvað sem er yfirvonandi en aldrei að vita hvað gerir seinna. Já. Kannski sama spurning með premiuna, er það eitthvað sem eitthvað spennandi? Já, okkur finnst það mjög spennandi og við erum að skoða leiði líka til að gera ennþá betur við viðskiptavinni þar. Já, algjörlega, talandum að gera vel við viðskiptavinni, MG4 Electric. Þeir eru að gera vel við okkur. Já, heldur betur, það er bíl sem ég er að keyra þetta hana og vá, það er bara, ég glemdi mér aðeins, ég var þreyttur eftir langa vinnudag og var komin fullnálægt bílnum fyrir frammi. Já. Snar hemlaður. Ég ætla að bakka út í dag og þá kom allt inn bara eitthvað svona ljós hægra minn, þá var eitthvað bíll sem var að keyra 300 km, hann var að fara að bakka eða keyra á mig og ég skil ekki hvað þessi mynda náður svo langt. Þetta er þvílík græja annars hefði þurft að fara að tryggja mig á tíðin upp á þægindi en líka bara akstursöryggi umferð, þá er þetta bara brautryðandi tækni. Svo er það að sjálfsögðu bútvarinn sá tekniska gullið. Já, sko Jóngu, hann var að segja okkur fyrir þátt að hann hefði farið á teknist pöpparalt, eða ekki? Jú, heldur betur. Tengdapabbi minn, hann sem tala teknisku og lærði í Tékklandi. Við erum talað það besta vinna sem hann hefur haft og þá var hann að vinna með námi í bjórverksmiðju. Já. Og þá á þeim tíma var það bara í upphæf dags, það var bara að rúlla eitt í tunnu eitthvað út í hotn og setja krani á og svo fólk að tengja sér bara yfir daginn. Það er algjört draumastarf. En hann fór með okkur í sína draumaferð það í fyrra sem við fjölskylda fórum og þvældust inn Tékkland í fótspor góða dátan Sveik sem margir á Íslandi kannast vel við og það var hrikalega gaman, mjög skemmtilegt land og svona aðeins rólegra heldur þessi hefbundna spátn Ítalja og það sé alveg skemmtilegt líka, þá var þetta svona mjög gaman og svona skemmtilegt að þræða lítla bæi og minni borgir mæli með því. Já. En þetta er ekki fyrir fólk sem vil vín, þetta er fyrir fólk sem vil bjór. Já, það var ekki mjög ekki, það var svona þetta bjóð, það var bóðið og spurði hvað er vín og til, það var bara hvítt eða rautt, það var engar tegundir, og svo var það yfirlt servera í plastglasi, en bjórin hins var alveg hrikalega góður. Já, þeir kunna sinn bjór, það er alveg klárt. Kannski brýtt þáttur upp aðeins frekar og tek lengi með næst, þeir eru auðvitað himinlegandi yfir því að boltinn sem byrja að rúlla á enski og þeir vilja einfaldlega vita hvert er þitt lið í ensku og síðan í íslensku. Í íslensku er það Stjarnan
Já. Ég spilaði með Stjörnunni þegar ég var yngri, var svona fótboltastrákur og spilaði alveg til 20 þá meiddist ég nára og var búin að hlaupa hringinn í kringum æfingasvæði í heilt ár og á þess að geta tekið þátt í æfingum þá ákvað ég bara þetta væri komið gott. Já. En svo er ég púlari. Gekk vel helgina. Heldur betur, það mjög vel að stað. Ertu veikur púlari eða? Nei, ég myndur ekki segja það, en ég er þegar tími gefst þá, svo veist ég mjög skemmtilegt að sonu minn sem einmitt að fótbolta núna, að hann, ég er náttúrulega pressað hann mjög mikið að halda mig Liverpool og hóta honum ímsu líka, sko, hann myndi aldrei geta að færa á leik í ensku, hann myndi halda mig sama lið og ég, en hann er mjög þrjóskur eins og ég stundum og ákvað að halda mig Manchester United. Úff, já, það fór illa fyrir helgina. Já, betur hlusta á pappa sér. Já, þetta var bara svo pínlegt, ég gæti ekki einu svona strýtt honum. Þetta hefði ekki að fara svona 8-0 sér leikur, sko. Já, en úr enska boltanum yfir í íslensku kauphöllina. Já. Er það furðar á því að erlendi fjárfestar síni íslenska markanum ekki meiri áhuga? Já, ég geri það og ég held að það séu klálega tækifæri þar. Erlendi fjárfestar hafa komið náttúrulega aðeins inn í bankana og kannski helst hjá okkur og svona eitt og eitt Marel en ég held að það sé klálega tækifæri að fá þá meira inn í önnur félög líka. Já. Og þá ekki bara sendi á ekki bara hlutabréf, heldur skuldabréf líka. Einmitt. Já, sko spila gjaldmiðlinn bara langstærstu rulluna eða er þetta fleiri þættir heldur? Já, kannski stærsti þátturinn er seljanleiki. Það er náttúrulega mjög litlir stokkar í svona erlendu samhengi. Og lítið velta. Já, og þetta eru kannski fjárfestar sem margir náttúrulega að spila með svo stórar upphæðir. Það er kannski að vilja ekki eiga minna en 5 milljarða í ykkur. Nei. Þú ætlar að kaupa fyrir 5 milljarða í litlu íslensku félagi. Það var mjög erfitt að losa það. Þú vilt svona minnka stöðuna. Þannig að það er nú fyrst og fremst það sem hefur áhrif. Svo hefur krónan áhrif líka en ég held að seljanleiki sé stærri þáttur. Já. En getum við einhvern veginn, af því að það er tækifæri en hvernig getum við bætt það að fá meiri seljanleika á bréfin okkar? Er það þá kannski bara með að fá bara þá fullt af erlendu fjárfestum inn og þá vonandi auka veltuna og svo framvegis? Já, það myndi klálega hjálpa og svo náttúrulega bara vonandi við fáið fleiri, fyrst alveg almenningu náttúrulega er mjög lítið virkur á Íslandi við ætlum í Svíþjóða sem að flestir eru sjálfur að hérna er náttúrulega sparnaður mest í gegnum lífeyrissjóðina þannig að það væri mjög gaman að sjá almenning verða virkari, ekki það að fólk er að taka ykkur mjög miklar áhættur en geta verið svona fjárfesta og svona mynda sér skoðanir á fyrirtækjum, ég held að það sé líka bara mjög hollt og skemmtilegt og svo væri náttúrulega gott að fá ennþá fleiri bara fagfjárfesta og innlenda og það held ég að það svona kemur aðeins í sveiflum en alveg tækifæri það líka og svo væri nú reyndar skemmtilegt að fá líka lífeyrissjóðina svona aðeins meira inn á markaðin vera aktífari, það eru gríðarlega sterkir fjárfestar en eru náttúrulega mjög mikið að bara kaupa og svona halda á bréfunum þannig að það væri mjög gott að fá þá aðeins líka betur svona inn í markaðin svona meira svona daglega og velta að kaupa og selja og vera ennþá meiri skoðanir. Þá segir Þórður Pálsson góðvinur þáttarins á hverju svona dýrt að vesla hlutabréf í Íslandi. Fráfært spurning að Þórður Pálssoni. Já, Þórður hann sé klókur. Það er náttúrulega aftur þessi seljanleiki. Það er ótt með litla veltu og lítinn seljanleika, þá er dýrara. Það er bara eins og með allt. Þú ferðu út í búðu stórmarka, það sem við selum langmest og þá getur haft minni álagningu. Og það er bara sama í þessu. Klart. Voru vonbrigði hvað Futsi hafði lítil áhrif á veltuna íslensku markaði? Já, ég get alveg sagt að maður hefði klálega viljað sjá aðeins meira áhrif þar. En við erum náttúrulega að vona að förum endingu inn í MSCI, Emerging Markets, sem að gæti á hjálpað. En það er kannski ekki alveg ljóst að það gerist alveg á næstu mánuðum. En það er alveg klálega tækifæri hérna. Já, við sjá. Alltaf leggjum okkar að mörgum Birgir núna helgina, reynum að pumpa Amorok alveg eins og við getum sko. Já, verðum við alveg fjárfestingar á að gefa það í hlaðarpi. Fjárfestingar ágjöf kannski sem ég get mælt heilsuga með er náttúrulega að versla við Subway. Já. Það er ekki til örgulega mikið hollari og ódærari og betri skyndibiti. Nei, klárt. En Subway menn. Sko ég var spá í að vinda okkur bara í nokkra riddarspurningar, Birgir. Gjörðu svo vel, það er líka nóg að þeim, sko. Já, Tristan Þórðarsson, hann ríður á vaðið og spyr, er svigrúm til að lækka vextina til byggingar íbúðarhúsnæðis?
Já, eins og ég nefndi á hann, þá þeir eru horfum að sko 10% vexti húsnæðislánum og það eru 9% sem fer til fjárfesta, bankin er með cirka 1%, það er náttúrulega svipað í öðru lánum líka, þannig að það er fyrst og fremst náttúrulega Seðlabankinn og hvernig hann stýrir vöxtunum, sem það er langs mesta svigrúmi. Það sem að snýr svo okkur eins og við höfum talað er að við höldum áfram að auka hagræði og minnka kostnað og þannig geta einmitt verið með aðeins minni marginur. En hlutfallslega þá er vaxtastigið sem að Seðlabankinn stýrir sem hefur langmest áhrif þarna. Já. Hann lætur knéfylgja kviðjan Tristan og spyr, björnustu áætlanir Íslandsbanka ganga eftir næstu 10 árin? Hvert geti markaðsverði Íslandsbanka verið að þínu fælega mati? Já, það er stórsti spurt. Bara svona einn létt bara. Já, það ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu. Ég er allavega Má segja pass, afsakið. Já, ég gerur áfyrir að geta verið með 10% starfsemi, möguleika betur en það og sérstaklega í góðu árferði og svo náttúrulega skilum við hluta af því náttúrulega bara í arði til hluthafa. Þannig að það á að geta sko sjálfsög eigi féð þá, segjum að sé 10% starfsemi og helmingur fyrir hluthafa, þá eigi féð geta vaxið svona helmingina því. Og það yfir 10 ár, þá getur hann reiknað það út, bara hvað það getur skilað sér. Já. Skilað því arði? Erum við að tala um arðgreiðslur? Já, við erum náttúrulega við helmingin að hagnaði bankans í arð. Já. Mjög gott arðgreiðslufyrirtæki. Já. Er Þorgjöfum búin að lækka í sumar, spyr Sissó Jóns? Merkilegt nokk. Ég er ekki búin að spila mjög mikið. Það er svo plataður í golfþáttin hjá henni Ingu Lind. Já, einmitt, skemmtilegur. Mjög skemmtilegt og náði para þar sem að gera svona ekkert allt og oft. Vel gert. En já, ég byrjaði í 17,9 og ég held að síðastur í gáði var ég í 17. Já. En það er svona rokkað því bíla, mjög þægilt að vera bara cirka í 18 með þessi með eitt aukahögg á holu. Laglegt. Ertu ekki ekki á geða? Nei, ég er í 80. Út í 80, já það er líka gleysir og öllur. Einn frá mér hérna, við erum búin að tala um skák og núna aðeins golf. Hver er svona þín helstu áhugamál utan vinnu? Já, það er ég hleyp tölvöld mikið, það er mjög gaman, ég er með Labrador hund sem ég hleyp átt með og hún heldur manni ferskum og hleyp mikið upp í Heiðmörk. Já. Þannig að það er svona kannski svona mesta og svo finnst mér rosalega gaman á fjallaskíðum, líka út að prófa það er alveg hrikalega skemmtilegt sport. Gert mikið af því bæði heima, farið svo skútu á Vestfjörðum, Tröllaska og fyrir austan og farið líka í Alpana. Þannig að það er svona, já, kannski svona þau áhugamál sem að rísa hæst og svo bara gönguferðir og svona bara samvara með fjölskyldu og vinum og þetta típiska. Tókstu þátt í Íslandsbanka marathoninu? Já, heldur betur. Og ég er með langtíma markmið að geta alltaf hlaupið 10 kilometra á undir lífaldri. Já, skemmtilegt markmið. Já, það vex með manni sko. Núna er ég 48 ára og þannig að það var markmið að vera undir 48 og ég náði því. Laglegt. Það er alveg spýt sko. Já, það er örku vel gert. Svo kemur að því að Jón spilir líklega undir aldrei í golfinu líka. Já, það gerist ekki alveg strax. Það er dálítið erfiðara. Þorkell Máni er með spurningu hérna, hvað borgar bankinn starfsmönnum í bónusa fyrir velunstör? Kannski tökum þetta aðeins. Hvað finnst þér, hver er þín skoðun á bónusgreiðslum til bankastarfsmanna? Já, það er alltaf kannski fyrst alveg að því auðsvara, það eru engin bónusar í Íslandsbanka núna. Nei, einmitt. Það er hámark á Íslandi, það er held ég strángasta löggjöf í Evrópu ef ekki í heiminum, varandi hámark er 25% af launum og það er einhverju bankar sem eru með það, en við erum ekki við erum ekki með neitt slíkt núna. Ég held að það er svona eitthvað sem ég myndi alveg vilja skoða en ekki endilega sé heilt yfir en það er svona hjá vissum einingum þar sem fólk er bara í sölumennsku til dæmis. Þá held ég að í flest öllum geirum að þá er það eitthvað sem bara mjög eðlilegt að fólk sem er að selja, það sé hvati til að selja meira. En svo eins og það er að fara gætilega á öðrum stöðum, stjórnendur og þeir sem er að stýra efnasengi og þá þarf allan að tryggja að það sé hanna mjög vel kerfið þannig að það sé ekki annarlegir hvatar. Og sem dæmi til mér, það er til mér vandasamur hvati ef þú ert með mikinn hvata að stækka lánabókina. Þá er hættan að þú takir mikla áhættu bara að stækka lánabókina, þannig að það er að hanna það mjög vel. Já, algjörlega, en er það ekki þannig að þú veist alveg við erum með strengstu löggjöf í heiminum varandi þetta, sko, er það ekki þannig í banking bara í Evrópu og Bandaríkjunum fleira að þá er bara base launin bara frekar lág og svo er það bara commission based? Jú, það er mjög víða og oft er það þannig að það
það er sjálf eða sett í valdi bara stjórnenda ákveða bara í lok árs bara hvað þú átt skilið og þá bara veltur eftir því bara hvað þú staðið vel og hvort það vilji halda þér og allt þetta og svo er annar staðar það sem er náttúrulega bara formúlu það sem er reiknað út úr einhverjum hagnaði en það er einmitt veldu því að þá er fasti kostnaður í lægri og þá bara njóta starfsmenn ábatans eða velgengur þannig að það er eins og bara held í fyrirtækjum almennt séð oft og ég held að náttúrulega mjög víða eru hvatakerfi í alls konar rekstri þannig að það er klálega tækifæri þannig. En er þetta ekki, ef við tölum bara hreint út er þetta ekki samt miklu betra kerfi af því í staðin fyrir að þú borgar einhverjum í einkabankunum hvernig sem það er eða viðskiptastjóra og fyrirtækjasvið bara 1,5 mánuði eða eitthvað og hann í raun og auðvitað náttúrulega er veljónum fyrir framistöðum í launahækkunum og annað en hann hefur einhver sérstakann hvata til að standa sig betur eða hvað? Jú, algjörlega, það er í slíkum störum og mörgum störum þá henta það klárlega að hafa einmitt lægri grunnlein og svo vera með einhvern hvata og þá bónus eða velgengur. Klart. Já, David Jones náttúrulega döðlurnar frá þeim stútfullar af vítamínum og steinum ég er svolítið búin að vera að vinna með hnettustykki núna súkkulaði og sjávarsalti, það er agalega gott en svo er þetta alltaf á vísumstað í Sörmubyrginu döðlurnar, það er á sunnustað þjóðum við þetta og bónus máltöð undir 2.000 krónum þú týnir það ekkert upp á götunni í dag sælar kíló lasagna á samt júrasúper kvillisbröði 2.000 kall undir 2.000 kall já, undir 2.000 kall Arnar, hann spyr bankastjóra 3 stærstu bankalandsins eru vélaverkfræðingar, hvernig stendur á því? Já, það er mjög góð spurning ég hitti einmitt gamlan kennara daginn sem fannst þetta mjög skemmtilegt, það kent okkur öllum já, ég átta mig svo mikið alveg hvað ég held að það sé nú einhvern veginn bara eitthvað tilhjulinn held ég núna ég held að það verði nú ekki alltaf þannig, það svo sem verið fleiri ég held að erlendist til sé það ekki eins algengt Nei. en verkfræðingar hafa tölvöld mikið farið í bankastarfsemi og já, það held ég eins og bara gott að hafa góða blöndu í þessu Bitcoin, já eða nei? Já, ég er skeptiskur á Bitcoin en þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað sem er að vaksa á dafna og en já, við höfum ekki til mig búið upp á þetta ennþá í bankanum og þetta er vandasamt en ég held að þetta er eignaflokkur sem er komin til að vera virðist hafa russir all hressilega til rúms og það er aldrei langt síðan menn voru bara Þetta er búið að vera þetta lengi núna sko Já, algjörlega og fleiri bankar erlendir sem eru fættir að bjóða upp á þetta í eignastýringu og annað slíkt en svo einhvern veginn nota gildið sem var hugsað upp að það væri svona greiðslumilun það er ekki verið að nýtast í það þannig að nú er þetta meira og verið svona bara geymsla fyrir fé Nýja gulli? Já, og bara alveg þokkalega sem slík ég er aðeins skeptiskur Nei undir rós heimskulegasta fjárfesting á ferlinum heimskulegasta, já, það er spurning Þessi góðu Verfið Já, ég held að svona eins og í fasteignaköpum ég held að maður bæði gett gott mót með að kaupa og svo hefur líka allir verið að framkvæma það sem að kostnaður við slíkt náttúrulega eins og margir þekkja ansi mikill þannig það er eitthvað sem maður er kannski gera meira líka upp á ánægjuna og kannski kemur ekkert endilega tilbaka í hærra húsnæðisverði eins og held ég margir þekkja þannig já til lengri tíma held ég að bara komið vel út þá það er allavega eitthvað sem er ekkert augljóst í dag Já Er það eðlilegt að markaðsvirði skráður á banka á Íslandi sé lægra en eigið fjöðra? Nei, ég sjálfs ekki. Ég held að til lengri tíma muni ekki vera þannig og það verði klála eitthvað yfir bókfærið fjö. Já. Þetta hlýtur að því að þessu undirverlaður, en það er næsta spurning. Já, sem sagt að bókfærið eigna réttmyndi væri betra að lesa bankan og greiða upp alla skuldir. Nokkra komnar hérna kannski, þannig að maður aðeins að grísa úr þessu, en einu hérna frá... Þakku ritturum kjallaði fyrir að senda spurning. Já, alltaf gaman að sjá þeirra rignir inn. Og hvetum sem flest til að gera það og halda það áfram, en á að taka upp annan gjaldmiðil? Já, ég er frekar skeptiskur á það. Ég held að einmitt taldu verkfræðina og það var í sveiflufræði á sín tíma og svona er í öllum gott að geta vitnað þessi það. Það er svona í öllum kerrum og þá þarf að hafa eitthvað svona dempara. Já. Og hjá okkur er það íslenska krónan
Þú veist, ef við erum ekki með eigin gjaldeyri þá þarf einhvern annan dempara og í sjálfsög eru bara, það er eiginlega 3 sem kom til greina, það er fyrsta lagi gengið, svo er það bara atvinnuleysi og svo er það nafnlaun. Þannig að ef við myndum taka upp annað gjaldeyri þá þurfum við að hafa annarkvort sveigjanleika, atvinnuleysi geti ferð upp og niður sem held ég ekkit sérlega gott, eða þá að sé hægt að breyta nafnlaunum. Þannig að segja, kemur eitthvað áfall í þjóðbúið, það sé ekki gengi sem að taki það, þá þurfti bara að lækka nafnlaun. Og það ég held að svona umræða þar svolítið að vera þar, að það er ekki einhvern veginn að segja eitthvað töfralaust. Og þú veist, það getur alveg verið, þá takir upp annað gjaldir og miklu kostið með því, en þá þarftu líka að leysa hitt vandamáli. Hvernig ætlar einhvern veginn að vera með, geta brugðist við sveiflum í efnahagslífinu. Er eitthvað dæmið þess? Að nafnlaunum sé bara breytt? Nei, það hefur verið svolítið vandamáli eins og í Evrópu, þar sem að mörg ríki fengu rosalega mikið atvinnuleysi eftir 2008. Það sem að Spáni og Ítalíu og Gríklandi, þar sem að atvinnuleysi ungs fólks var kannski 40%, sem er bara alls ekki gott. Þannig að þess vegna þyrfti taka alvöru umræðu þetta ef að fólk vil fara og skoða þetta eitthvað alvöru. Já, góða punktur. Já, mér veist, sko, hagvöxtur hefur náttúrulega verið keyrður mikið áfram á erlendu vinnuafli, sko, það er annað með atvinnuleysi í Íslandi, það hefur ekki sveiflast mikið og kannski lyft gjaldmiðlunum að taka það högg. Mér langar að taka fasteignamarkaðin aðeins, fyrst árum förum í ég er ekki að fara neitt, sko. Nei, ertu hvað þrýðið fyrir? Það er eitt grenjandi 6 mánuðar þannig að í guðanabannum tegðu þetta eins og viss. Sko við erum kannski ekki búin að taka Ásgeir, ef við byrjum á honum bara, finnst þér hann hafa staðið sér vel í sínu krefjandi starfi síðastlunu? Ásgeir, já, ég held ég er búin að vera mjög flott starf og hefur náttúrulega, það er svona alltaf gaman að sjá fólk sem hefur mikla ástríðu fyrir það sem það gerir og hann alltaf á sama tíma verið ekki líma við mjög krefjandi umhverfi. Eftir á hyggja það var alltaf mjög öll að vitur eftir á, þá hefur verið kannski gott að lækka ekki vexti eins mikið og að gert í COVID. En þá náttúrulega vissi enginn og mikil óviss og vissum ekkit hvert værum að fara. Þannig að það held ég og svo kannski hefði mátt líka verið á aðeins fljótar að hækka vexti en heilt yfir búin að bara gerast allar besta og gerir bara mjög vel á flestum sviðum. Hvernig hefur takturinn verið í útlanum til verktaka? Hann er búin að vera mjög góður, má segja. Furðu góður kannski? Já, og í þessu vaxtastígi, það var alltaf róast fyrir áramót. Þá fundu að það voru ykkur verktakar sem áttu aðeins erfiðara með að selja íbúðir. En svo breyttist það algjörlega með Grindavík og jarðhræðingjónum þar. Og það var alveg magnað að þá voru grindingar sem kom inn á markaðinn og fóru að kaupa beignir. Og við það losaði svona þessi stípla sem var aðeins byrjuð að myndast. Og þá var alltaf, þegar við tala verktaka fyrir áramót, voru margir að tala það að þeir alltaf bíða með að byrja nýja framkvæmdir meðan þeir væri svona aðeins að sjá út úr þessu og losa pípurnar. Og þess vegna höfum við séð vera tölvöld mikið af nýjum framkvæmdum að byrja núna, undanfarið. Og við sjáum það að útlána bókum bankana, þær voru að vaksa tölvöld mikið fyrstu 6 mánuðum ársins. Og kannski einhver látið spáð þar á í ljósi bara einhverja teikna bjartari efnahagshorfur? Já, það vonandi að koma ykkur vaxtalækkanir í kjölfarið. Svo náttúrulega mikið af verktökum sem eru fyrsta lagi eiga landsvæði, eru náttúrulega með vinnuafl, með fólki í vinnu og með tæki og tól og vilja náttúrulega nýta þetta og komast að stað. Og ofta tímum er þetta mjög kraftmikið fólk sem nennir ekkert eitthvað að sitja auðum höndum. Þannig að ég er alveg þokkalega bjartsýnn og það verði tölvöld mikið byggt á næstunni. Já, vonum það. En það er heldur bara komið að hraðspurningum í boði Frumera Kemi, allir með ný endastaf drífa sig í skoðun og svo er það Kemi Total Energies vörlínan að dettin, hún er svakaleg, rosaleg. Byrjum á því, Subway eða Búlan? Búlan. Já, uppáhalds staður í heiminum? Vá, það er góð spurning. Er það stígvili? Já, það er einn aðeins allan sko, fyrsta sem kemur hugan er bara Heiðmörk. Já, geðveikt svar. Elska að fara með laboratórium og hlaupa á einhverju stígum þar bara sem að er engin manneskja og bara í besta veðri til að hlaupa í náttúrulega er svona nýfallin snjór. Það er eiginlega uppáhaldslaupaveðrið mitt. Þannig að ég segi það bara Heiðmörk í nýfallin snjó. Þú eru ekki að fá jónguna í Rókahals fagnaðar? Jú, klárt mál. Það er skáklúburinn okkar. Já, ok. Meiri velkomin. Það væri gaman. Hann er akkurat á því reiki sem áhuga maður. Við mæti. Já. Hvað færður á Búlunni?
Það nú bara þessi hefðundi Ósborgari. Já. Sér eftir í eldhúsinu þegar þú ætlar að gera vel við fjölskylduna. Já, ég náttúrulega alveg rosalega innfaldur kokkur. Ég með svona 5 uppskriftir sem ég rótera. Já. Þannig að allir minn sérréttur sé ekki skinkupasta svo kallað. Já. Sem svona pasta með skinku og piparosti. Já. Sem að dóttir mín mjög ánægð með. Já, lagilegt. Kaffi eða síkó? Hvorugt. Ég hef aldrei nótt í að reykt og ég hef aldrei drukkið kaffi. Það áhugavert. Ég ákvað því að ég stundi dálítið frjóskur. Ég ákvað 13 ára að það væri ekkit gott að drekka kaffi og það er bara alveg sleppt í. Já. Ekkert koffín? Jú, eitthvað smá, eitthvað kók og eitthvað smá orkudrykkir. Já. En svona, það er vel gert, já. Túr á togara eða strandveiðibát? Trú ég. Nei, eða þú þurftir að velja milli túrs á togara eða á strandveiðibát? Ég er nú nýbúin að fara einmitt borð í togara. Já. Og sjá aðstæður þar. Og ég get alveg sagt að það væri bara mjög gaman að taka eitt svoleiðis túr. Já. Hvenær ertu næst að fara með bílinn í skoðun hjá frumvera? Ég er bara nýbúin að fara með hann. Vel gert. Þannig að það er alveg allan árið það, eða ekki 2. Já, sá var alls sætt líka. Draumaholl, og nú vil ég ætla að hafa þess að tví þetta og þau eru náttúrulega alls ekki að vera golfar, þú mátt velja 3. Já, 3 með mér. Dead or alive, en það ekki það? Jú, lífsæði liðnir, það er flott. Vá, þetta er alveg rosalega spil. Enn erfiðara. Svo er kaldur eftir og dinner og... Já, það er svo margt að velja, sko. Ég held að það er mjög gaman að spila með DeChambeau, kollegara. Ég veit það. Hann er sett búin að vera að fá fólk með sig í Texas Scramble, þetta styrstu teigunum að spila undir 50 höggum. Mjög skemmtilegt. Já, þannig að ég var alveg til að vera búinn í það. Dóttir vinu minn, dóttir hans heitir Hulda Klara Gersdóttir, er 9 árin Íslandsmeistari kvenna í annað skiptið. Já. Þannig að ég hef spilað með henni áður, það væri mjög gaman að fá hana með í The Hall. Hver er svo síðasti? Já, þetta er mjög tricky, sko. Þurfum ekki að fá bara Michael Jordan. Já. Hann er alltaf gríðalega öflugur og vann einmitt var ekki US Open meistaran, vann hann daginn í golfi, þannig að ég held að hann væri flottur í þetta hól. Já. Býtur hann eitthvað golfar eða? Já, auðvitað. Hann er 2 í forgjöf eitthvað, alveg massíf í golfi. DeChambeau, Jordan og Hulduklöfur gestar. Það var ekki vel. Jú, mjög vel. Það var kannski bara loka spurningin, hvað ráðmyndir þú gefa ungu fólki sem stefnir á feril í fjármálageirunum? Já, heilt yfirgefum bara fólki það ráða, bara að fara að gera það sem finnst skemmtilegt. Þannig að hvort sem það er í fjármálageirunum eða eitthvað annar staðar. Þeir sem áhuga á fjármálageirunum, það er náttúrulega fyrst alveg bara að fara í gott nám og styrkja sér vel svona á verkfræði, hagfræði, viðskipti, svona bara fara í það sem er svona krefjandi, bara að æfa sig í því. Og svo náttúrulega bara koma og sækjum og byrja hjá okkur Íslandsbanka og sjá og prófa sér þar og sjá hvaða leiðir. Já, ég langar að bæta með svo skemmtileg pælinga að semja mánuð sem getur unnið erlendis frá. Geðveikt, já. Það er fáránlega kúl. Hann er líka búin að segja þetta núna ofinberlega, þannig að það er bara átt og þú getur beðið þetta. Ég sé ég með missed call frá mannustjórabanka sem ég byrja fyrsta mánuðin á tenni. Jón Gunni, bankastjóri Íslandsbanka, takk hérlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk hérlega fyrir mig. Takk.